að vinna með borplötuna og flötuna undir þvottanum þurrkaran. Þetta sama platan, þetta sama efnið og við ætlum að nota okkur borplötuna sem við byggum til í baðherbergisinnréttingunni. Þar sýndi ég hvernig við búum til borplötu frá grunni. Við ætlum að notfæra ykkur hana. Svo. Ég að tala þessar plötur sem eru hérna. Þessi hérna er ofan á tækjunum, það önnur hérna undir, sagði. Og svo þriðja platan hérna. Við sjáum það líka nánar hérna á framamyndunum, hérna og hér. Og við sjáum hvernig líka nánar hérna á ofan, það eru hér og hér. Og svo erum við einnig að sjá þar hérna, sjá í sniðunum, hérna fyrir ofan og svo þríða hérna. Þannig að við ætlum að hafa allar upplýsingar þar sem við þurfum að nota. Og ég segi hérna í textan að borplatan eru plastspónuplata. Við vorum með granít inn í baðherberginu, en hérna ætlum við bara að breyta efninu og nota okkur formið. Þannig að ef við kíkjum hérna á 3D myndin okkar og við vorum búin að hæta hérna loft og þaki og veggi hérna í fyrra myndbandi, þá erum við með borplötuna hérna úr þvottarhúsverkunum okkar og ég einfaldlega ljóma hana og ég svolítið að vinna í 3D-vun, ég gera þetta svolítið mikið, vinn svona og ég ljóma hana og ég tek kópi hérna, gríp í bláhornið hér og gríp í bláhornið hérna. Nú megum við ekki breyta henni mikið, hana. Ég er með hana hérna og ég fer hérna í Edit Family, við megum ekki breyta henni, ef við breytum henni hérna, þá náttúrulega breyta henni hérna líka að sjálfsögðu, þetta er sama fjölskyldan. Þannig að ég þarf að fara í Edit Family og ég þarf að byrja því að vista hana. Vist hana hérna, Family, sjá, ég á með bara möppu hérna hjá mér, sem þetta þvottarhús og borplata, þvottarhús og köllum þetta bara Type 1. Hérna, kíkjum á floorplani hérna og stærðin á þessari plötu. Við þurfum að skoða það teikninguna til að átta okkur á hversu stór hún á að vera. Zooma hérna niður og sjáðu, hún er hérna 1200 hérna yfir, ég sé það hér, plús þessi 18 mm sem er hérna. Þannig að platan er 1218 mm á breidd, nei á lengd fyrir ekki, og hún er síðan 600 á breidd, eða 600 á dýptina, ekki orða það þannig. Og ég ber það bara hérna í Family Types hérna uppi og segi hérna width eða breiddin á henni er 1218 og depth eða dýptin á henni er 600. Ok, þá er hún komin. Lótum henni bara inn, grunnur uppbyrjuhús á svona og þá smellist hún svona ofan á. Smellir henni bara hérna tímaböndi hérna ofan á hérna á. Aldrei ignora þetta hérna. Það er innreglan yfirleitt. Casewash hérna, borplata, þetta er sem sagt bað 1, ég sé það hérna. Læt hana bara hverfa. Og þetta er þá borplata þvottarhús Type 1. Já, hérna stendur undirgerðin borplata bað 1. Akkur stendur það. Við getum rýnið með hana hérna. Já. Þvottarhús Type 1 og segjum hérna hún sé 1218 sinnum 600. Þannig að þá erum við með típuna heiti hérna rétt 1218, ok. Þá erum við komið hérna, borplata þvottarhús Type 1 1218 sinnum 600. Og við einfaldlega staðsetjum hana, við getum alltaf múfa til hérna ef við tekum róteskipuna
þá er þetta að velja hérna place hérna uppi eða gríp í bláa punktinn og þá getur látið að renna svona upp. Þetta er svona flýtir aðeins fyrir manni. Hún lendir hérna og ég fyrir move og ég kemur henni fyrir á réttan stað og sjá hún á að vera hérna nefnilega undir brúnin á skápnum hérna. Ég enda með ljómana og þá kemur hérna ég get gripið svona í hana. Ég var í raun og veru bara að koma henni hérna í bláa horni hérna. Þetta er eina ferð. Kíkjum aðeins í, við förum grunnmyndir hérna og búið til snið hérna, section. Ég var búin að því, þetta er section snið hérna, detail daily. Búið til hérna yfir, þannig að þið sjáuð í þess áttina. Og skápinn, kíkjum á þetta view hérna, go to view og kemur þetta svona upp. Ég með eitthvað málsendingar sem ég var búinn að vinna hérna áðan og við ætlum að lækka þessa plötu hérna niður í þessa hæð. Sko platan er stillt nefnilega þannig, hóstinn hennar sem er hérna er gólfið og það er innbytt í borplötunni hæðin hérna 885 frá gólfi. Það ekki. Jú. Við ætlum að hafa hana neðar sko, við ætlum að hafa hana 360 pluss 120. Það er svo 480, já, hana. Það sjáðu, hún lendir nefnilega ofan á plötunni, þannig að því að það sem heitir hérna hæð 480 er ofan á plötuna, þannig að við þurfum að gera ráð fyrir þykktinni og mann ekki hver, jú, það stendur hérna þykkt borplötu, þannig að við þurfum að hækka hana sem tvínemi líka sko, þannig að við þurfum að hafa hana 505 mm aflæð, þá lendur hann ofan á skápnum. Þegar hæðin, eins og segja það, liggur frá gólfinu og ofan á plötuna. Þá átti þessi að vera komin. Þá getum við fínir þeirra staðsetningum þessum hérna. Staðsetningin á þessari, samkvæmt teikningunni. Já, og blái punktur kemur alltaf hérna, leiðilegur. Jæja. Þá erum við að sjá, hérna útlitið. Sko, það kemur líka í viðbót hjá okkur smá klæning hérna. Þessi klæning kemur ekki fram þykktir á hann segja hérna. Ok, skiptir ekki alveg öllu máli. Þessi klæning hérna er sérplata sem er 12 mm þykk. Og ég ætla bara að smella henni í líka. Aðeins að múa skápinn til, bara svona sem ekki fyrir okkur við erum að vinna. Ég get fært hann hingað, sjá á pólplötunni, þetta var ekki nógu nákvæmt hjá mér. Sko, hún neitar að færa þetta svona lítið í einu. Ég ætla að grípa hérna í skápinn og hérna á endan á pólplötunni og svo tek ég hann og múa hann 12 mm til hliðar. Bara til að vera pláss fyrir þessa klæningu sem er þetta. Látum okkur sjá, ok. Ég sé ég er komin smá bobba hérna. Ég er komin með skápinn inn í vegginn. Það gengur ekki upp. Og ég er með skápinn hérna. Já, hérna var ég búinn að setja skápahlíðin upp. Ég átti eftir að sýna ykkur, ég ætlaði að sýna ykkur þetta núna. Sko, það er til hérna í Architecture og Wall, þetta á að vera til inn í módulinn hjá okkur. Þannig að ég þarf að vera í grunnmyndinni til að gera þetta. Architecture, Wall, hérna uppi. Og hérna er til ykkur basic veggur, þetta á að vera inni hjá okkur. Sem heitir
skápalið. Þetta er bara veggeining, maður gerir þetta svona og þetta er bara struktur hérna einn og þetta er bara hvít vegg 12 mm. Þetta getur við notað sem skápalið og ég er hérna í grunnmyndinni og ég var búinn að búa til hérna ætla ég að velja, ef við veljum hérna Finishes Exterior og hann stendur á grunnmyndinni, flott, og hæðin hérna ætti að vera svo mikið sem heildarhæðin á þessu hérna sem er reiknað til þessu 360 + 25 + 860, það eru 1365. Ok, ég fer alltaf yfir til og stilli hérna inn Unconnect height 1365. Já, kveikir svo aðeins á værifreminn til að sjá hérna brúnina, sko, með finish fade, lalalala, og ég teikna upp einfallega þessa hlið hérna. Kveiti á værifreminn til að sjá endan á skápnum. Sko, kíkja aðeins hérna aftur í þá hérna, þá kemur þetta svona út. Sjá hvað er ég að gera. Þá veit ég hvað er að gera. Ég var búinn að reikna með sko borðplatan sem ég setti áðan. Hún er hérna uppi. Hún er minni hérna niðri. Þannig að aðeins að leiðrétta þetta. Þessi hérna, ég get múfað hann upp líka. Ég get gert svona, satt hérna og smelli svona uppi. Svona. Ég er að svo taka aftur niður hérna. Svona, kópir hana og ég ætla þá að breyta þessari hérna og málinn hérna á milli. Borðplatan á að vera akkurat hérna inn í, það er slétti 1200. Þannig að ljóma hana, ég fer í Edit Type, ég fer í Duplicate og segi hérna að þessi er 1200, ekki 1218, þetta er 1200 sem er 600. Það sem munar. Ok. Mjókar hana svona og ég einfallega múfa hana til hérna í áreitnum. Þá er komin borðplatan hérna ofan á, ég komin borðplatan hérna undir og ég komin hliðarklæningu hér. Og þá verður þetta dæma hjá okkur, þessi hérna skápur, hann átt að leggja þetta alveg uppið, svona, hann liggur svona uppið. Og þá kemur örlítið bil hérna, út af því að maður vill hafa smá bil, ástæðan er sú að veggir á húsum, þeir eru aldrei 100% réttir. Það er alltaf eitthvað smá skekk í þeim, þó að segja bara eitthvað brot og gráðu, að þá er eiginlega ómögulegt að fá skápinn til að palla alveg sléttan að svona veggjum. Þannig að það er alltaf höfð sett smá bil og síðan bara afréttingarlisti settar hann á milli. Ég ætla að kíkja aðeins í grunnmyndina hjá okkur aftur. Já. Og þá ætti þetta að vera komið nokkuð gott hjá okkur. Ég ætla síðan að setja lista hérna, afbyltingarlista hérna á milli og hérna á móti. Já, nú náttúrulega er ég eins og í stundan okkar sko, búinn að gera þetta. Sjá. Þessi listi hérna, affyllingarlisti, er basic wall, veggurinn, eins og við sýndum gráðan. Hann nær frá grunnmynd, base offset 120 og hann fer í Unconnect height 2000. Hann ætti að vera 2100, sléttir. Svona, apply. Hérna undir erum við líka að sjá sama vegginn. Þessi hérna er, ef ég hef hann ljómaðan, ég ætla að sýna ykkur hvað hann er að gera. Go to view, það er þessi hérna. Sökkull, þessi hérna. Sökkullinn liggur undir alla skápana og hérna undir þannig hérna skáp líka. Þessi skáp á líka að vera 120 mm á grunnmynd, svona. Og
aðeins að kíkja þá í grunnmyndin aftur hérna og sökkullinn okkar, hann byggir á því, ég er búinn að vera búinn að setja upp hérna vol, skápalið og ég ætla að taka hann hérna 120 mm og ég ætla að taka hann hérna í 790 ekki og ég ætla að byrja hann, skiptir kannski ekki alveg öllu máli, en hann ætti að vera einhverja 100 mm hérna fyrir innan, svona, bara smá bútur, 13 mm, þá kom fyllingin uppi. Þetta er einfaldari leið heldur en að búa til áfyllingar, þetta er bara að nota í vegginn. Síðan, til að búa til sökkulinn, þá getur notað þessar áfellingar sem viðmið, fyrir vegg hérna, wall, og ég er með skápaliðina, og nú ætla ég að setja base offset 0 og unconnect height 120 mm. Svona. Og ég er með finish best S2 hérna og smelli hérna með hérna og býð þá til, ég ætla að smella hérna með hérna. Við getum líka ítt á space, hvað gerir ég hérna, ítt á space hérna og þá snýst það við. Svona hann vera og hann á bara að liggja hérna yfir og hann á að liggja að sem við þá fáum blálínuna hér. Við erum að taka smá bút hérna líka, að sjá hann snýr hann öðvöld hjá mér, hann ítt á space til að snúna hann við. Við taka bara, tökum það bara vel hérna inn í, einhvern veginn svona. Ok, óla bara eitthvað, aðja. Og síðan ít ég escape og ég verður vegginn aftur og ég ætla að taka hann hérna megin og ég ætla að taka hann hérna að þessum hérna, svona. Kíkja síðan í úrteikninguna mína og ég ætla að kíkja eins á hérna á þetta setið og sé ég hérna litina. Ég bæti svo einni borðplötu við hérna, ég ger það bara snöggvast. Ég tek þessa hérna, ég vel copy, ég ætla svona að fara að auðvitaðleiðina og smella henni hérna upp á, svona, hún er allt og breið hjá okkur. Mæli bíli hérna á milli, hingað og hingað að, hún á að vera 563. Og ljóma hana, ég fer í edit type og ég fer hérna í duplicate og segi hérna, það er 1200 563, ok 563 hérna líka, ok, hann mjókkar hún og þá múfa hann bara aftur á sinni stað. Með það leið Revit kemur síðan upp með töluna að offset er 630 frá grunnmyndinni. Hún reiknar sig upp nefnilega sko. Hún fór hann undir með upp og það er 630 frá grunnmynd og ég múna bara aftur niður. Smá út og úr. Kíkja aðeins í 3D viewið hérna og þá ætti skáparnir bara að fara að vera komnir í okkur. Ég ætla aðeins að breyta þessar hérna hlið. Hún á að vera grunnmynd 120 mm frá það ekki. Þannig. Þá er það bara hlið hérna utan á. Og byttu nú við. Ég ætla aðeins að skoða hæðina hérna. Ég ætla að stilla þetta af, svona gerum við þetta þegar maður fer er að hanna svona skápa utan yfir eitthvað ákveðið. Fyrir því, sko, hérna voru þvottálu þurrkari. Inn á innu er að finna þvottálu þurrkara, svona family. Þannig að hérna, 2 þurrkari, family, opnum hann og þvottaðir. Opna þetta bara hana og svona og þá opnar hann þetta í Revitinu svona þetta er bara sér, þetta er bara family hérna og íti hérna load undir project and close
grunnar einbýlishús. Þannig, hún kemur svona og ítið á space að getur við snúið henni. Það er eitthvað óstýrilát þessi fjölskylda. Við setjum hana svona. Hvert fór hinn fjölskyldan okkar? Við getum farið hérna í View, Swiss Windows og More Open Views. Var ég ekki búinn að setja tauþurrkarinn? Ok. Hann er hérna og Load the Process and Close. Hann er líka eitthvað óstýrilátur, sé ég. Þetta er hérna til hliðar, ég smetla hana bara fram til að byrja. Aðeins að stilla stærðina á þeim. Þessi hérna 610 sem 610. Þetta á að vera 580 sem 600 kloppur. Sama hér. sem 600. Ef þetta er ekki til staðar, þá getur alltaf farið til Edit-Type með duplicate-an sem gefa sér rétt nafn og stilla svo stærðirnar. Svo getið þið átt við efni hérna ef þið viljið, það er alltaf leið. Ok, og þá getum við aðeins sett þetta á sinn stað. Ég ljóma hérna skápinn, ég gríp hérna í hornið á honum og smetla á sinn stað. Það er aðeins nákvæmari. Svona einhvern veginn. Og þessi hérna og það virkt með skrýtna stærðir í honum. Það sjá ég að fara hérna í Edit-Type hjá mér. Breiddin, já, hún er vitlaust stillt með að við heitið hérna. Hérna sem 580, það er hérna, hæðin 80-60 og svo hann er 600 í breiddina, hann er ekki með 560. Breiddan er 600 hérna. Það hlæði ok. Þannig að þá kemur hann réttir. Skoðum aðeins hérna þennan líka, svo hann sé ekki réttir hjá okkur. 580, það er rétt, hæðin 80-60. Breiddin 560, það er ekki rétt. Hann er 600. Svona. Og þá getum við fært hann til og rétt þetta aftur. Stundum eru fjölskyldur svona, þegar maður kíkir í stýrningarna maður heldur að segja eitthvað, heita eitthvað rétt eða segja rétt stærðum, svo er það ekki þannig. Það er fínt að skoða þetta næst. Ef þetta gengur ekki. Go to View og kemur þetta svona. Þá er borðplatan hér, sjá ég. Og við erum með þessa stærðar þessa stærðar tækjum. Nákvæmlega, við getum farið bara heima sig hjá framleiðandanum og sé bara hversu stór þessi tæki er verið. Og síðan út af því að við erum að fínisera innréttinguna, þá segir ég ok, borðplatan þarf að vera þessari hefði. Og þetta er endur að vera kannski 5 minútur svo ofar, ekki? Einhvern veginn, svona. Og síðan getum við tekið hæðina þessum hérna og sett ok, hann á hérna uppi. Þannig erum við búin að klæðir að sníða stærðina og getum satt við innréttingarsmiðin sko, svona á þetta að vera, þetta er stærðin. Heyrðu, hvað næst? Þeir eru konum með þetta svona. Þessi borðplata hérna er ekki rétt hjá okkur. Og sjá, þið fer hérna í hæðinum 563 sem 600. Hún átti ekki að vera svona djúp. Hún átti bara að vera svona. Hvað sé ég það? Ég sé það hérna. Hún er bara 360. Við þurfum að stilla henni 360 hérna. Það er ok. Og þá lendur rétt. Svona, þá ætti þetta bara að vera komið. Þið síðan endið þetta á því, ég þarf ekki að sýna ykkur það, þið getur skoðað fyrir myndbönd. Þið sjáu númerinn, ég er hérna að losna við hann bláa kassan sem kemur alltaf, það gengur við það. Sko, þið sjáu númerinn hérna. Þið ætla að búa til útlitstekningu 7304.11 í 1.20 stilti hittin lines. Við erum líka með eitthvað hérna sem heitir 730406, það er svona grunnmyndin, þið köttið það niður. Og svo erum við 2 snið, eða 3 snið hérna, 1, 2 og 3. Snið 1 er tekið hérna, snið 2 er tekið hér, snið nr. 4 sem að vísa þannig líka. Og þessi nr. 3 er hérna.
Teikningin heitir 730411 þvottavatnsnýting og þið búið til yfirlitsmynd líka sem sýnir staðsetninguna á þvottarhúsinu í þeim. Þetta sjáu þið í fyrri verkefnunum, verkefni 2, hvernig þetta er gert, þannig að ég ætla ekki að endurtaka það. Og svo er þetta bara ljósmynd úr verkefninu sem ég geri einfallega með, sko, ef við fer hérna í grunnmyndina, svona, og ég sýndi þetta líka í fyrsta verkefninu, ekki, fyrir kamera hérna, og ég tók mynd hérna einhvers staðar frá. Sko, gallin veit að þetta náttúrulega fer þá, þegar við erum svo nálægt hérna, það er lómalt að taka mynd nálægt þessu. Það kemur svona og það virkar ekki eins og sé ekki neitt hérna, en ég stakka upp myndina hérna og ljóma hérna vegginn og svo þetta er hérna bakvið. Svo er þessi hide in view og þessi veggur hérna hide in view. Svona. Annar veggur hérna, hide in view og hide in view. Svona, ups, það er svo ljómaði stundum eitthvað eitt hlut og held henni svift og þá getur snúið svona punktin og fer þetta ekki út í buskan. Svona, og svo getur við stillt þetta hérna og realistic eða ray trace eða hvað það er sem við vilja gera. Við getum líka haft bara kólodæmi og þið getið alltaf málað hérna, paint til dæmis. Þess að mála veggi og annað. Kemur hérna og þið getið að leikja eitthvað með það. Það er ekki að falla þetta. Svartslag. Þannig var það. Þá held ég að verkefni sem bara komið. Ég gerði meira hérna heldur en ég sagði þetta að gera. Ég bætti við hérna borplötum, plata og innsetning tækja. Ég setti inn hérna sökkul og hliðarplötur. Svona. Bæti ég bara við hérna. Og sýndi líka hvernig við setjum þetta upp. Sýndi ykkur númerinn, ég ætla ekki að taka skrifa hérna, ykkur númerinn og annað, hvernig við setjum upp teikningarna. Þá var þetta verkefni bara komið held ég í bili. Látum endilega vita samt ef þið viljið fá að ég sýni ykkur hvernig við setjum upp teikningar, annars eigi ég að sjá þetta í verkefni 2.